En eins og annarlega, þá byrjum við á fréttum dagsins, en það sem er óvanalegt núna er að það er María Pétursdóttir sem ætlar að segja hvað þér. Þetta velkomin. Hvað er frétta? Það er ýmislegt. Það er náttúrulega eins og þú nefndir hérna á Íslandsbankaskýrslan sem tekur yfir alla fréttatíma. Margflókið mál. Margflókið mál og ráðherrarnir hver af fætur öðrum tjá sig og bara hafa orðið fyrir miklum vonbrigðum með þessa bankaskýrslu. Vona allir geti lært að þessu. Vona allir geti lært að þessu og þetta hróflar ekki neitt við ríkisstjórnarsamstarfinu. Nei. Og ég var svona með annað eirað við þingið í dag. Þar var verið að ræða þetta mál. Já. Bjarni kom og svaraði nokkrum. Svo held ég hann hafi bara farið, sko. Já, hann nefnir þessu ekki þetta. Og það er engin svo sem pressa sko, á honum eða frá sko hinum stjórnarflokkunum. Þannig að virðist ekki vera. Þeir virðast bara... Nei. Það er oft sem að svona mál sem eru flókin að það tekur tíma, það tekur svona 2-3 daga að settlast hvað er málið og nú er náttúrulega allir að glíma við túlkunina og Bjarni er að segja að þannig er ekkert engin lögbrot, þannig er ekki þetta og þau, Sigurður Ingi og Katrín Jakobsdóttir taka undir það. Þannig að þau eru að reyna að vísa þessu máli frá. Líka sem að mér finnst vera svona annar hluti þessu máli, annars vera það sem að skýrsla fjallar svo er það bara bankasalan yfir höfuð. Já, einmitt. Og það var einmitt hérna í gær, í rauðaborðinu í gær, farið svolítið djúpt í það einmitt. Mér var Þórarinn Eyfjörð mjög skýr með það. Já, var það sko. Þetta væri og við í samstöðinu vorum að reyna að reikna þetta þá tökum við svona í burtu af því að það verið breytingar á gengi við árum að bæði saman við Arion banka og úrvalsvísitöluna og það er eiginlega ekki hægt að meta öðruvísi en að svona lámarskjöfin í fyrsta útboðinu hafi verið 25 milljarðar til þeirra sem áttu pening og gátu nýtt sér það. Þetta er náttúrulega bara, sko, ég held að bara, ég get ekki ímynda mér annað en að sko, sumir þingmenn í þessari ríkisstjórn eigi eftir að einhvern veginn, eins og segir, eftir einhverja daga átt að segja alvarleika þessa máls. Já. Þetta er sko... Þú eru hittir fólki út í búð og út í bónus og er að skamma þig. Já, og bara fyrsta lagi, náttúrulega almenningur vildi ekki selja þennan banka og samt einhvern veginn var því haldið til streitu og svo er þetta niðurstaðan. Hún var hún þingkona VG í Reykjavík sem er í öðru sætunni hjá henni Katrínu. Nú er ég er svolítið með slappa. Steinuþóra. Já, Steinuþóra. Já. Hún var í 10 fréttunum í gær. Já. Sástu hana? Já, ég sá hana. Það fannst þér ekki átakalegt? Mér fannst það bara hræðilegt. Alveg hræðilegt. Því það var svo augljóst að hún var eiginlega að tala gegn betri vitund. Gegn svona betri svona samvisku. Betri móral. Betri móral, þetta var bara eiginlega svona sena úr bíómynd af mannesku sem hann líður illa. Akkurat. Við getum ekki hvatt fólk til þess að sjá þetta, en það er forvitulegt. Já, einmitt. Það er bara ótrúlega athyglisvert. En ég kynnti hérna áðan að við ætlum að ræða Íslandsbankaskýrsluna síðan á eftir við Þorvald og Ástúlfu. Það verður mjög forvitulegt. Það er eitthvað þau segja. Já. Herðu, svo, eins og komst inn áðan líka, rússar skutu eldflög sem að þeir ætluðu að skjóta vantarlega inn í einhvern bæ eða eitthvað svæði í Úkraínu. Já. En fór þarna rétt fram hjá Lviv í Úkraínu og lendir inn fyrir pólsk landamæri. Það eru mikla loftárásir. Já, með þeim afleiðingum að 2 láta lífið í Pólandi. Þannig að þetta Ég veit ekki hvort þú séð svona sérfræðingur í svona hernaði en heldur þetta hafi áhrif, að þetta sé árás á NATO-land? Ég held þetta hafi áhrif án þess að vera sérfræðingur í hernaði. En ég einhvern veginn, ég held þetta hljóta að hafa áhrif. Þannig að og mér slíka einhvern veginn, þetta er svolítið samt svona tímalínan í þessu svolítið athyglisverð líka. Zelenski var nýbúin að ávarpa G20 ríkin og segja nú væri bara lag að stoppa þetta stríð. Og kortir seinna gerist þetta sko. Með samningu þá? Já, eða sérst að ég veit ekki nákvæmlega hvernig hann var að reyna að höfða til náttúrulega þjóðarleiðtoga en beita enn meiri þrýstingi til þess að þröngva Rússum til þess að hætta. Já. Þannig að ég er alveg samfærður með að þetta hafi áhrif. Albert Jónsson, gamli sérfræðingur, hann fjallar oft þetta, hann gerir þetta með svona mjög köldum haus og er að lýsa þessu. Já. Og hann lýsir að
nú Rússar búin að færa sig hérna naustu fyrir ána og nú ætlaðu bara að bombartera þetta allt saman með stórskotaliði, verja stöðu sína og þannig verður þetta í vetur. Þannig að það verður eiginlega ekkert að frétta þessu stríði næstu svona 4-5 mánuði. Ég eiginlega er ekki á þeirri skoðun á þess að vera sérfræðingur. Ég held einhvern veginn frekar að ég held að Rússar séu í slæmu málum, þeir eru í vondri stöðu og ég held að þeir og þetta verður til þess að verður ennþá meiri þrýsting á það og það er orðin svo mikil þrýstingur held ég bara innanfrá í Rússlandi að Putin verður kannski bara ítt úr sínu minnsta hring með þessu áframhaldi. Ég ætla að ræða það við Viktoríu Baksínu sem er frá Rússlandi og Val Gunnarsson sem hefur dvalið í Rússlandi og var í vetur, meiri hluta veturins eða sumarsins fyrir í Úkraínu. Úkraínu, já. Og er núna komin til landsins með bók sem hann skrifaði. Já. Hvað er það með meira? Herðu, repúblikanar unnu þegar maður heldur alltaf að demokratar nú eru demokratar að vinna eða repúblikanar í fulltrúa deildinni þannig að úrslitin er eitthvað, maður veit ekki hvort maður er að treysta þessum úrslitum. Nei, þetta er ekki alveg komið. Nei, þetta er ekki alveg komið. Það er búið að lýsa yfir kjöri hérna þannig að republikanar eru 216, við þurfum á 218, en demokratar eru með 207. Já. Þeir þyrftu að ná eða ansið fleirum, já, þannig að það eru svona meiri líkurnar eru svo litlar að þeir ná ekki 2 út úr þessu. En líklega verður þetta veikur meirihluti sem skiptir náttúrulega engu máli þegar allt skiptist bara hárfínt eftir flokkunum, það skiptir ekki máli, þetta ekkert bættis, það fer enginn yfir línuna. Nei. Þannig en sigurinn er ekki eins stór og republikanar vonuðu og hann er ekki eins stór og hann er vanalega í sögulegu samhengi, þetta er með veikustu sigurum flokks sem er að berjast við flokk forsetans á miðju kjörtímabili. Margir er vonast þess að þetta verið túlkað sem svo léleg útkoma fyrir republikana að Trump þori ekki að bjóða sig fram eða þá að einhver sterkur í flokknum hafi kjark til þess að bjóða sig fram á mótunum. Það held ég að bara komi í ljós í nótt eða næstu nótt, þá ætlar Trump að halda fund og segja hvað hann ætlar að gera. Já. Hefur einhverju grunnsendur hvernig það fari? Nei, ég reyni ekki að hugsa inn í haus annara og ef ég ætti að reyna að velja svo ekki niður Trump. Alls ekki niður Trump. Ef þú ferðar inn, kannski rafna ekki út aftur. Sko. Nei, akkurat. Ég ætla ekki að spá hvernig Trump hugsar. Nei, einmitt. En ég ætla að spyrja Magnús Helgason að því, gefur það eftir, hvort að hann geti hugsað eitthvað inn í haus Trumps. Hvað er með meira? Herðu, það eru rússnesku hjónin, Anton og Viktoría Garbar sem að verða sendt til Ítalíu á morgun. Bara núna í nótt. Í nótt, já. Ég reyndi að fá þau hérna að tala við okkur. Já. En við talaði við hann. Já. Hann sagði að þau verður bara svo þreytt að þau ættu að pakka saman þessar 7 mánuðin sem voru hér að því að þau voru alveg fram á síðustu stundu með von. Já, og voru bara með mótmælaskilti og höfðu náðu sambandi við ráðherra og tala við það, skrifuðu frábæra grein sem er í kjarnanum í dag. Við segjum aðeins frá henni á samstöðinni. Ótrúlega sorgleg saga eitthvað neginn því að þau koma eiginlega vissum að fá hæli að vera að flýja Putin sem við erum í stríði við. En þau fá útlutaðan lögfræðing sem er kona úr miðflokknum sem að þau ger ekki neitt og hitt hana fyrst eiginlega á fundunum þar sem hefur verið úrskurðið þetta og hún segir að það bara að þið fáið ekkert enga vend hér og einhvern veginn er það þannig að eins og þau fengi aldrei séns þetta fólk. Nei og það er svo undarlegt líka með þessi tengsl, hvernig þetta er túlkað að þau hafa ekki tengsl við landið. Þau hafa eiginlega rekið fyrirtæki útlandi. Þau hafa komið ykkar með ferðamenn. Með fullt af fólki, já. Og eru ágætlega tengt. Ég held að Viktoría, sem við hittum hérna eftir, þekkja þess til þeirra. Þannig ég skal spyrja þau það. Við getum að vísa öllum fréttunum svo með inn í þáttinn. Þetta er mikið fréttan þáttur. Þetta er með eitthvað meira. Já, herðu, bankaskatturinn, hann var 5,3 miljardar af 80 miljardum sem að í rauninni er hagnaðurinn og það er góð frétt á Kjarnanum þetta í dag og Það lítið eftir að þessum bankaskatti.
Það búið að lækka náttúrulega. Það var lækka til þess að hækka verðið á Íslandsbanka, held ég hafi verið. Já. En þetta er svona ef við berum þetta saman með auðlindagjöldin, þá er það meira. Almenningu fær minna af auðlindinni í hafinu heldur en þá auðlind sem að bankarnir gera upp á að geta hér í fákeppninni mergsogið okkur. En það er svolítið lítið að almenningu, það fari bara 5% aukarlega, það er náttúrulega að borga tekjuskatt, við regnaðum sér 20 milljarða, sem borga bara tekjuskatt eins og annað fyrirtæki. Svo borga þeir 5 milljarða í bankaskatt, en það er 80 milljarða sem sitja eftir í hagnaði. Og hvað gera bankarnir við það? Þeir borga hlutöfum sínum eins og Arion banki, þau byggja hús eins og Landsbankin og svo ætla þeir að náttúrulega fara stórauka greiðslur til hlutafa sinna sem Íslandsbanki ætlar að gera þegar ríkið er komin í minnihluta. Þetta er náttúrulega, og þetta er einhvern veginn svona ángi af náttúrulega þessu Íslandsbankamáli í rauninni þannig að því að þetta er náttúrulega gert til þess að eins og segir til að auka möguleika á sölu bankans eða auka virði hans. Þannig að mjög fyndið að hlusta á Bjarna þess að dagana. Það er náttúrulega virði bankans. Hann selur eitthvað hlut sem er bara svona, það er ekkert breyst í Íslandsbanka. Svo selur hann á allt og lága verði, svo fer hann út á markað og hann hækkar 90 milljarða. Hann telur að hann hafi búið til hennar pening. Þetta er eins og ég myndi selja þér íbúð konuna minnar á 20 milljónir, svo myndi þú selja bara Þorvaldis ekki verið eftir hann á 30 og þá myndi ég segja að ég hefði búið til 30 milljónar virði. Það er reyndar ekki alveg þannig að þetta vera að konan ætti helmingin íbúðin ennþá. Þetta er hundalógík. Þetta er eitt yfirbóta. Já, svo er annars svona mál sem er náttúrulega bara, sem er íbúðalánasjóðsmálið sem að samstöðin hefur verið að fylgja svolítið eftir líka. Erlendur Kristjánsson, núverandi yfir lögfræðingur hjá heimavöllum, Heimstaden, fylgdi þarna með íbúðasafninu eiginlega. Já, hann hélt utan sölu meðal annars á þessu safni sem hafa selt til heimavalla og hann var ráðinn með eiginlega. Akkurat. Og samstöðin hefur verið að segja svona, kannski ekki ykkur haldið að vera svona smá skandalar við hliðina á Íbúðalánasjóða málinu stóra eða Íslandsbanka sölunni, en þetta er svona þetta er allt samofið. Þetta er eins og að sé bara tildulega fámennur hópur sem er bara í partíinu. Það er bara þannig. Og þeir ganga bara á milli og það eru endalausar svona hringkurðir alls það. Þú ert að vinna hjá ríkinu, selur ykkur öðrum, ferður ræður þið þar. Þetta er nú svipað og þegar er verið að skoða til dæmis lyfjabransan í Bandaríkjunum. Þá er það þeir sem eiga að hafa eftirlitið að þeir eru ráðnir á fyrirtækjunum. Það er einhvern veginn, Íslands samfélag er ekki, það er svolítið gegnsósa spillingur. Það er það. Kemur kannski engum ávart. Nei, hvað var ekki allir fannar að tala þetta í gær í þættinum? Hvað við erum í rauninni ótrúlega miklir eftirbátar margra nágranna þjóð okkar, hvað var það spillingu? Sem við viljum hafa þetta svona. Kemur í ljós, við ætlum að tala um spillinguna rétt eftir, við ætlum að tala um Íslandsbankasöluna við Þorvald Gylfason og Ástu Lóu Þórsdóttur.